Við erum komin í sögusetur íslenska hestsins á Hólum í Hjaltadal. Upp á efri hæðinni allt fullt af rugguhestum. Af hverju ertu með rugguhesta hérna? Mér langaði bara til þess að gera eitthvað skemmtilegt fyrir jólin. Á neðri hæðinni ofboðslega áhugaverð fastasýning og svo erum við með þennan bjarta og fallega sal hérna á efri hæðinni, þar sem var ljósmyndasýning. Og mér fannst alveg tilvalið til þess að gera eitthvað sem svona fyrir fjölskylduna á þessum árstíma. Og rugguhestar, þeir ekkert nefnilega svo algengir í dag. Maður finnur það ekkert víða. Nei. Hvar fannst þú þá? Ég fann þá hér og þar. Það var svolítið erfitt að komast af stað. Fyrst var ég svona að einbeita mér að rugguhestum í einkaeign, en það voru ekkert svo margir sem voru lengur í einkaeign. En ég fékk 3 sem eru í eigu lítilla barna. En svo sem sagt fékk ég 4 úr leikskólum, að þá var búið að gefa rugguhestana þangað og 3 komu úr leikfangasafninu á Akureyri í Friðbjarnarhúsi. Og svo fékk ég 3, meðal annars þennan, úr Mosfellsbæ, frá Ásgarði, handverkstæði sem verndaður vinnustaður. Eru þeir að smíða? Þeir eru að smíða hesta, það hægt að kaupa hesta af þeim og þeir eru mjög skemmtilegir. Þetta svona stór og veglegur. Já, þessi alveg fullorðinn sko. Hann er mjög skemmtilegur. Hinir eru nú allir svona smærri í sniðum. En þekkirðu sögu þeirra? Fékkstu svolítið söguna með? Flestum þeirra fylgir saga. Hins vegar eins og með leikskólahestana, það eru hestar sem voru áður í einkaeign og þeir eru sumir það gamlir að það veit enginn almennilega hvaðan þeir komu. Er einhver þeirra sem á svona sérstakari sögu en annar? Já, mér finnst til dæmis hann Sómi. Hann á mjög skemmtilega sögu. Hann sem sagt var, hún heitir Inga Margrét Ingólfsdóttir sem á hann og vinkona mömmunar fann hann í Sorpu þar sem hann átti að fara bara í sag. Og hún sem sagt bjargaði honum á síðustu stund og gerði hann upp og gaf þessari nöfnu sinni hestinn. Hún heitir nefnilega Inga eins og Inga sem á hestinn. Þannig að það gera sig kannski ekki allir grein fyrir verðmæti rugguhestana. Nei, en það líka sko með það þeir ganga svolítið svona þar sem þeir eru til, að þá fylgja þeir fjölskyldunum lengi. Að ég held að þar sem þeir eru til í fjölskyldun þá, ég held þeir færi nú sjaldnast á haugana. Og eins með þá þar sem að þeir eru ekki lengur í notkuna, þá fólk frekar að gefa þá eins og í leikskólana eða á leikfangasafnið og svoleiðis. Hvað það við rugguhesta sem svona sjarmerandi? Það er eitthvað svo heillandi við þá. Þetta svona ævintýrahestar. Leið og sest að bak rugguhesti þá ertu komin inn í þinn eigin ævintýraheim. Er það ekki? Jú, ég hugsa það sem rétt. Þú verður hetja í þínu eigin ævintýri. Og það líka þetta svolítið róandi að rugga á honum? Það það. Mér finnst líka sko, þó að þetta séu náttúrulega leikfang sem hægt að nota allt árið, þá finnst mér eitthvað jólalegt við það. Mér finnst eitthvað hátíðlegt við það. Þess vegna fannst mér gaman að setja þetta upp svona fyrir jólin. Þannig að þú ert með öðrum orðum að segja að þú vilt fá sem flesta hingað að Hólum? Fyrir jól, alveg endilega. Og það búið að vera mjög gaman hérna. Hestarnir eru sem sagt, þeir eru allir, ég fekk leyfi fyrir að mætti prófa þá alla, af því að þessi sýning hugsuð fyrir börn. Og það er búið að vera mikið stuð hérna, þegar að hafa komið fleiri en eitt barn í einu, að þá mjög gaman. Þegar þú ert komin hingað á Hólum og með börn og að skoða rugguhesta, þá kannski eitthvað annað sem hægt að fara að sjá líka. Já. Það mjög skemmtilegt að koma heim á Hólum á þessum árstíma. Það náttúrulega alltaf skemmtilegt að koma heim á Hólum, en það einstaklega fallegt á Hólum svona rétt fyrir jólin. Það eitthvað svo hátíðlegt á Hólum og að skoða kirkjuna og labba skóginn og þetta svona lítið jólaþorp. Þannig að ég held að myndi allir sem að kæmu að komast í hátíðaskap.